á 16. holu á Grafarholtsvelli. Við erum komnir 6 undir par eftir 15 holur. Hringurinn hefur gengið frábærlega. Ólafur, þetta er par 4 hola, 16. og ein sú erfiðast á vellinu, myndi ég segja. Já, uppásæki krefjandi og ég lærði nú aðeins á 14. holu þar sem ég skipti úr þrjúhjörninni yfir í driverinn og lenti í vandræðum. Ég ætla bara að taka núna járn, hitta brautina, reyna svo að hitta mitt grín og fá mitt par. Já. Þannig að það er bara þrjúhjörn. Já, það er erfitt að sækja eitthvað á þessari holu. Hún er það erfið bæði upp á það tregauggja gerir eins og þú segir og innahöggi er svona í lengri kantinum og grín er erfitt að hitta. Já. Þannig að ég held að par sé mjög ásættanlegur kostur hér. Hætturnar eru beggja megin brautar. Það er skurður meðfram brautinni, hægra megin, alla leið. Og vinstra megin er holt og vatn. Þannig að þetta er lítið svæði og pláss fyrir teighöggið að lenda á, en með járni þá aukast möguleikarnir á að hitta brautina. Þetta er gríðarlega vel hitt högg. Hittir fína línu og boltinn er í leik á miðri braut. Þannig að nú er Ólafur búinn að setja boltann sín í leik eins og hann talaði og pressan er svona komin á annað höggið og framhaldið. Við ætlum að sækja par hér. Jæja Óli, hérna er boltinn og annað höggið blasir við. Hvað erum við langt frá? 150 metrar. Já. Flaggið, miðjugríni. Já. Hérna er alltaf best að vera örlítið hægra megin við flaggið. Já. Ef maður missir hann pínu til hægri þá hoppar hann yfir til. Já, þetta hallar aðeins frá hægri til vinstri þarna við flötina. Já, og ef maður missir grínið þá lendir hann bara í hlíðinni og hoppar að. Já, þannig að þú vilt frekar missa til hægri heldur en vinstri þannig sé, en það má ekki heldur vera of mikið. Nei, maður miðar bara aðeins hægra megin við pinna. Já, ein glompa hérna fyrir framan á vinstri hönd. Rigningin, hún er búin að vera ansi grimm á okkur, alveg frá 10. holu. Og hvernig er svona, ég sé að þú ert orðinn ekki gegndrepa, en það er aðeins farið að sjá á þér. Já, en aðalatriðið er að maður heldur búnaðnum þurrum. Maður er að þurrka og nota reglífuna, skiptir reglulega um gólfhanska, þannig að hendurnar er alltaf þurrar. Já. Og gripinn á kilfunni þurr, þannig að það er svona það sem skiptir mestu máli. Já, já. Svo sniðugt að vera með handklæði bara upp í reglífunni, þú veist, hengja handklæði inn í reglífuna, þannig að þar getur maður alltaf þurrkað sér. Herðu, kylfuval, hvað heldur þú takir þarna? Þetta er 7. Við skulum bara sækja 7 og sjá hvernig þetta á eftir að ganga. Óli talar að sjálfsögðu hitta grínið, ef hann missir það aðeins þá missa það hægra megin vegna þess að þá kastar bakkinn boltanum inn á flötina og látum á þetta reyna. Æfingasveiflan, alltaf sama rútínan, taka gott mið, hugsa jákvætt. Stefnan var fín á þessu höggi, þennan hittur aðeins þungt. Já. Þarna fórstu aðeins í jörðina fyrst. Og svo boltan. Já, en hitta rétta stefnu eða línu eins og við tölum þó þú hefur hitt hann þungan, þá í raun og veru skilaði hann sér nánast inn á grín og engin vandræði. Og þetta bara kemur fyrir, ég meina. Sérstaklega í bleytu. Já. Þú veist, ég var svona við það að bara missa kilvuna, nánast. Og svo ef maður fer aðeins í grasi á undan í svona bleytu þá bara grefst kilvan og verður svona minna úr högginu. Já, verður gras á milli kilvu og bolta. En eins og ég segi, við hittum fína línu, boltinn aðeins og stuttur. Þetta ætti að vera tiltölulega auðvelt vip sem Óli á fyrir höndum og við ættum að geta bjargað parinu eins og uppálega var lagt upp með. Skulum gá hvernig það gengur. Hæ Óli, þetta var nú ekki Lækilegt högg. Nei, og ekki verra en þetta samt. Við erum bara komnir í flata kant. Við vildum ekki missa vinstra megin.
vegna þarna er hættan vinstra megin og erfitt vipp, en við erum svona nánasti fyrir framan flötina. Og ég sé að þú ætlar að vippa þetta lágt. Já, ég ætla í raun og veru að vippa þetta bara með 8 járni. Já, 8. Já. Og ég þarf að fljúga honum svona, já, cirka hérna rétt fyrir framan hæðina. Já. Og góða við það er að ef ég slæ aðeins og fasta þá lendir hann bara upp í móti og endar örugglega þinn stað sem ég vil. Já. Eitt sem að við ættum kannski að skjóta inn, maður sér það aftur og aftur að fólk er að taka fleygjárn eða sandjárn, vetsana í upp í móti vippum. Það er náttúrulega algjör vitleysa. Já, það er alltaf best að rúlla boltanum bara ef maður getur það. Já, í þessum upp í móti eins og hér, þetta er bara allt upp í móti að pinnanum og það er miklu auðveldara að rúlla honum upp, annarkvæmt með pútir eða áttu eins og Óli er að gera. Og við tökum ekki sandjárnið nema í brýnni nauðsyn, sko. Kannski eitt hérna er að boltinn er aðeins fyrir ofan mig. Já. Það liggur í svona svolítum halla. Já. Þannig að ég vil bara grípa hérna svona vel neðarlega á kilfunni. Já. Til þess að jafna það. Hallan út. Já, hæðamismuninn. Heldur aðeins neðar en kilfuna út af boltinn liggur fyrir ofan hann og sjálfsögðu heldur maður almennt neðar á kilfunum þegar maður er að vippa eða slá þessi styttri högg. Og það gerir það verkum að maður hefur betur stjórn á högginu. Þetta er mjög vel gert. Ólafur vippaði bara þetta mjög lágt með áttunni og ég kom inn í meters fjarlægð. Jæja Óli, þetta var mjög fínt vipp. Við erum komin hérna 1 meter frá og það er bara að halda einbeitingunni. Oft á tíðum missir fólk einbeitingunni í þessu styttri bútum. Það þarf að halda fullri einbeitingu þó þetta sé ekki nema hálfum meter og klára þetta. Það er blóðugt að missa þessi bút. En það er ekki upp á tengunum hér. Við ætlum að ná okkur í par, halda áfram. Erum 600 par. Glæsilega gert, miðja hólu. Við förum yfir á 17. hólu og það er par 3 hóla. Skulum sjá hvernig okkur gengur þar.